Hvernig var hljómsveitin Amabadama til? Hún varð til svona 2011 og já, hún var eiginlega til í bíltúr eitthvað staðar út á landi við tvö að keyra og, eða ekki? Jú. Og já, það er svona, allan að þar var til svona nafnið, þú veist, við vorum búin að leika okkur eitthvað aðeins svona, gera sér eitthvað lög og svona en það var svona sumarið 2011 í bíltúr upp í sveit, þá var Amabadama til. Það er spurningin lagið Gaia. Já. Hvernig lag er það? Það er reggae-lag. Lovers reggae. Já, svona lovers rock eins og maður segir. En já, það er svona náttúrulega svona í rauninni ástaralag og til jarðarinnar okkar og svona umhverfislag. Umhverfislag, hvernig skilgreinir maður það? Já, þú veist, já, ég veit ekki einu sinni, sko, umhverfislag, ég meina, einmitt, bara svona ástalag til jarðarinnar og Þetta var, sko, ég var í háskólanum í kvikmyndafræði og það valdi mig kúrs sem hét heimildarmyndir og átti held ég að vera bara svona faglegur, svona sagnfræðilegur áfangi heimildarmyndir og svona mismunandi útgáfur en Guðni Elísson var að kenna þannig að hann breytti því í áfanga heimildarmyndir umhverfisvernd eða, já, þannig að þetta enda bara gróðurhúsaáhrif og loftslagsbreytingar og ég vaknaði náttúrulega bara við að sjá allar þessar myndir og heyra hann tala þetta og eitthvað og fór heim og mataði Magga á upplýsingum og hann fór út í bílskúr eða stúdíó, sami hlutur og samdi Gaia á einni nóttu eða eitthvað. Já, þetta er svona eitt af þessum lögum sem maður svona einhvern veginn bara bjóð sig til sjálft svolítið einhvern veginn, það var bara einhvern veginn, það var bara svona miðlaðist í gegnum hann svona bara og var til. Kannski var Guðni Elísson svona komst inn í heilaðinn og samdi þetta. Já. Já, þannig að, já. Geta listamenn gert eitthvað meira, eða gert eitthvað í sambandi við umhverfisvernd og hvernig þá? Já, það er náttúrulega eins og þetta, þú veist, vaktar, við fengum alveg e-mail frá, eins og einn pabbi sendi okkur message að hann og dóttir hans hefði verið að hlusta á þetta á Gaia og þú veist, það hefði vakið dóttir hans til svona umhugsunar og þau á endunum fóru út í eitthvað skó og gróðsettu tré eða fóru bara svona, urðu miklu meðvitaðari þannig ég held, þú veist. Já, það skapaði svona umræðu við kvöldverðarborðið held ég hjá mörgum, þú veist, sem að pældu í textanum og svona í þessu og ég held að það einmitt sé náttúrulega, það er alveg ótrúlega fallegt og við erum alveg gaman að já, gera það. Já. Og við semjum alveg mikið af lögum sem eru með einhverjum svona boðskap, eða þú veist sem við erum að segja okkur skoðanir og fólk alveg tengir vel við það og það má alveg listamenn geta alveg gert meira af því. Svona kannski, við erum náttúrulega að gera reggae og það er svo næs tónlist að þótt við séum að segja eitthvað gett alvarlegt þá er fólk, þá þú veist, geta allir hlusta á þetta svona eitthvað eins og við séum eitthvað, hvað segir maður, svona leksjóra yfir fólki eða eitthvað, þú veist, eins og Maggi segir bara kæri jafningi í Gaia, viltu ekki hugsa smá, en ég að tala kannski mannesku sem Já, ég bara tala í sjálfan mig í raun og veru, þú veist, þannig, já. En síðan er líka hægt að gera fullt, sko, það líka bara þú veist, hvernig maður gefur út og hvað maður starflegt að gefa út tónlist á umhverfisvænan máta og óumhverfisvænan, þú veist, digital útgáfa er náttúrulega umhverfisvænni heldur en að gefa út CD, eða þú veist, í rauninni, en við gáum samt út, ég held að þannig að diskurinn okkar hafi verið svona í endurunnu úr, þú veist, hulstri var úr einhverju endurunnu efni, þú veist, maður getur valið allt svona. Já. Er stefnan að gefa út fleiri svona umhverfislög? Já, þú veist, alveg örugglega, sko. Þetta er allavega, þú veist, þetta er eitt svona náttúrulega bara mikilvægasta málefni nútímans, þú veist, fyrir alla á jörðinni, þannig að ég held að maður neyðist örugglega til að gera það ef maður fer í þann gír aftur einhvern veginn. En skilgreinið þið ykkur svona sjálf prívat og persónulega sem umhverfissinna? Já, auðvitað, gerum við það. Þú veist, við getum alveg bætt okkur á margan hátt en við erum alveg, borðum ekki kjöt og
löbbum þegar við getum. Drekkum vegan vatn og... Veganvatn, þú eru útskýra það. Nei, ég er að djóka. Nei, við erum vegan og bara svona smá djók, svona vegan vatn, sko. En hérna, jú, við elskum jörðina og við viljum að, hérna, þú veist, barnabörn okkar elski jörðina líka jafn mikið og við og þannig að það er klárlega umhverfið sinnar. Vil ég nota tækifæri og koma einhverjum skilaboðum að framfari til fólks varðandi náttúruna og umhverfismál? Já, bara hugsið vel jörðina og ekki látið hann ykkur varða. Algjörlega. Það skiptir máli fyrir okkur öll. Engin takmörk á því sem að við tvö saman getum gert. Engin leyndarmál okkar og milli samband okkar bert. Get sagt þér allt, þú dæmir mig ekki þú dóni sé. En leitt að sjá hversu margir af þér vilja græða fé. Sem bitnar á röngum aðilum þeim sem enginn hlustar á. Kæri jafningi þú sem vilt græða vilt ekki hugsa smá. Framtíðina börnin okkar eftir 1000 ár. Já sjáðu við erum gein, heiminu stór og þú er smár. Og þó að þú sér klár erum við bara börn. Hér þú og ég og líka öll þessi peningaöfl hér. Bara rétt, byrjuð að skríða. Svo lifum vel og lengi á meðan það er sól og blíða. Takk fyrir.